Latibær fékk í gærkvöld bresku BAFTA-verðlaunin fyrir besta alþjóðlega sjónvarpsefnið ætla börnum. BAFTA-verðlaunin eru ein virtustu kvikmynda- og sjónvarpsverðlaun heims. BAFTA-verðlaunin eru gríðarlega mikil viðurkenning fyrir Latabæ og eiga örugglega eftir að hjálpa okkur heilmikið í markaðssetningunni. Þetta svona gæðastempil, þetta svona stamp of approval eins og maður myndi segja á ensku, og hafi einhverjir efast gæði þáttana, þá held ég að þetta eigi að slá á þær gagnrýnisraddir ef einhverjar eru, og við erum mjög ánægð með þetta, gríðarlega ánægð. Framleiðsla á Latabæjarþáttunum umfangsmikil og kostnaðarsöm. Kostnaður við hvern þátt er 50 milljónir króna og þegar tökur standa yfir eru starfsmenn 150. En á að gera kvikmynd Latabæ? Það eru ýmsar hugmyndir uppi á borði, kvikmynd er ein hugmynd sem við erum að skoða og við erum núna aðalega að fókusa á live show alls konar, að fara með Latabæ á svið í ýmsum löndum, meðal annars í Suður-Ameríku á næsta ári, líklega Bretlandi og Þýskalandi og víðar. Það er svona fókusun okkar núna því að eins og Íslendingar þekkja þá er Latabæ gríðarlega sterkt verkfæri eða sterkt tól á sviði með börnum. Við erum búin að reyna það mjög vel hér með Magnús og Íþróttálfinn og Sollu hoppandi hér allt, öllum skemmtunum allt, og við erum svona að þróa þá hugmynd. En kvikmynd er ein hugmynd og það eru önnur verkefni í farteskinu og farveginu líka sem við erum að vinna á. Sýningar á annarri þáttaröð Latabæjar eru hafnar í Bandaríkjunum og munu sýningar á þáttunum í íslensku sjónvarpi hefjast á næsta ári. Er allt í lagi með það?